Jæja, kæru hlustendur og áhorfendur, þá höldum við enn áfram þessu blessaða maraþoni okkar. Það var gaman að ræða við Ólaf Ingólfsson, hann hafði svo sannarlega frá mörg að segja. Ég nefndi það í gærkvöld, þá ræddi ég við leikara sem er búin að vera 40 ár í New York, hann er nýkominn aftur til Íslands. Þá ræddi ég auðlegðina sem er í okkur, þeim hluta okkar Íslendinga sem að ferðast til útlanda og koma svo heim og skerpa skilning okkar á samfélaginu. Og næsti gestur, hann er líka í þeim hópi að hann er tiltölulega nýkominn heim eftir að ég hygg vetrardvöl á Ítalíu, eftir að kynnast í betur núna eftir. Þið þekkið hann fyrir þær sakir að hann blandaði sér í baráttuna biskupinn í fyrra sumar með eftirminnilegum hætti. Fór þar í loka orrustuna og saksaði töluvert á fylgið. Mátti minnstu muna að hann yrði biskup, sem sagt prestur Guðmundur Karl Brynjarsson. Vertu velkominn til okkar. Takk fyrir, takk. Við heyrum mögulega auka hljóð, það er hundur sem þú ert með undir rauða borðinu. Já, Marvin, hann vil helst fylgja með hver sem ég fer, sko. Er það ekki? Sérstaklega eftir ég kom frá Ítalíu þá. Já. Svona má hann helst ekkert að með sjá, sko. Nei, hvar var hann með að þú varst á Ítalíu? Hann var hjá vinum, sko. Já. Var á 3 heimilum sem hann leið mjög vel á, sko. Já, fagnaðarfundir. Þú komst heim í jólafríinu, var það ekki líka? Jú. Já, einmitt. Og við hjónin vorum þarna í vetur. Já. Í Flórens. Einmitt. Við komum aðeins betur á því síðar. Já. Þegar ég var að hugsa það, sko, hvernig mér langaði að manna þennan sunnudagsmorgun. Já. Þá hugsaði ég með mér, já, ég man þá tíð þegar ég var barn og maður hlustaði alltaf á útfarsmessuna á sunnudögum. Og sunnudagar voru svona svolítið aðrir dagar heldur en hinir. Það var svona pínlítið önnur stemning, það var meiri friður og ég hugsaði með mér, það best ég fái mér, það best ég reyna að bóka einhvern andans mann. Og svo fór ég að hugsa, ætli ekki bara gaman að bóka einhvern prest. Og svo fór ég að velta fyrir mér og býtu hvaða presti langar mig að kynnast betur. Og ég fór yfir það í huganum og þá komst ég að því að þú varst í hópi þeirra presta sem ég langaði til þess að kynnast betur, ekki síst eftir þennan viðburð í fyrra þegar þú bara náðir ansi góður í útkomu í biskupskjörinu. Þannig að ég hef hér stemt þér að rauðaborðinu, takk fyrir að koma. Virkilega gaman, ég verð nú að segja, ég er eiginlega bara alveg steinhissa á hvað þú ert brattur, sko, eftir að vera búin að vera við mikrofónum nánast bara ég meina sólarhringið ekki. Veistu hvað lykillinn er? 40 bollar af kaffi. 40, já. Þetta er kannski 41. Ætli það ekki. Nei, það er mest að furða. Við erum náttúrulega eins og þú þekkir örugglega, sko, þegar maður er gíraður og þegar maður, sko, þegar markmiðið liggur fyrir og það er gaman, þá verðist líka mig geta búið til ótrúlega orku. Það er alveg rétt, sko, og ég var nú að segja áðan, sko, með heiskapin í gamla daga. Mér sagt að langamma mín, sko, og Kvíabekk hafi sagt í heiskapnum að það væri nógu tími til að sofa í haust, sko, bara stritaði fram á rauða nætur náttúrulega. Og eins og þú ert að gera núna. Já. En það er semst þrennt sem ég langar til þess að ræða við þig. Það er svolítið svona lífssaga, þeim mér langar að kynnast þér aðeins betur. Mér langar að ræða við þig biskupskjörið í fyrrasumar og svo langar mig að ræða við þig þessi vistaskipti að þú skildir drífa þig til Ítalíu og þú ert búin að vera, sem sagt, mála myndir. Þú ert búin að vera myndlistarmaður síðastliðin vetur sem að mér finnst áhuga að verður snúningur. Þannig að ef að byrja á byrjunni, hvar ertu fæddur og hvenær og úr hvaða fjölskyldu kemur þið? Ég fæddist í Keflavík og er svona á sterkar rætur þar og þykir afskaplega vænt bæinn minn, sko, þó að ég sé náttúrulega orðin Reykvíkingur fyrir löngu síðan, sko. Já, akkurat. Flutti kringum 1990 í bæinn. Já. Og hvað árið fæddur? 1966. Já, við erum jafnaldrar má segja. Já.
og já, foreldrar mínir eru Brynjar Vilmundarson og Kristín Þórðardóttir. Þau voru með sem sagt, já, pabbi var með útgerð, hann var með netagerð og fiskverkun lengi vel og svo var hann náttúrulega hrossabóndi á Feti en svona þau eru orðin bæði náttúrulega öldruð. Mamma heimavinnandi? Hún náttúrulega vann mjög mikið í fiskverkuninni norðurvör en jú, hún var svona maður bjó við þann lúxus að hún var mjög mikið líka heima. Já. Og hvað sögðu það stráknum datt í hug að læra guðfræði? Það lá nú ekki alls ekki beint við sko þegar ég var krakki því að ég ætlaði nú að vera blaðamaður lengi. Var það? Já. Það það er nefnilega kviknaði sú baktería sko þegar ég er svona upp úr fermingaraldri og eiginlega mér fannst ekkert annað geta legið fyrir sko. Nei. Það er gaman að skrifa? Já, ég er gaman að skrifa. Og lýsa svona því sem að fyrir bara eða? En í raun og veru sko þessi kveikti bakterínu var að á sínum tíma var sko hann Hjálmar Árnason, hann var kennari í skólanum okkar og hann sem var þingmaður síðan? Já, og hann tók að sér sem ungu kennari að halda utan ritnefnd skólablaðsins en það hefði verið alltaf kosið í ritnefnd en hann óskaði eftir í handvelja og ég var einn af þeim sem að hann handvaldi og reyndar ásamt Ingvari Guðmundsssyni sem var þá enskukennari þarna líka og við vorum þarna svolítið vösk sveit sem að ritstýrum skólablaðinu stakki og þetta var alveg gríðarlega öflugt dæmi sko og okkur var treyst og við fengum ritstjórnarskrifstofu og við gáfum út sko eitt blað í mánuð og það var minnst 32 síður og þvílíkur metnaður. Já, og söfnuðum auglýsingum og keyptum ljósmyndavél þarna skólanum og svona þetta var svo stórt dæmi sko og að þetta kveikti í manni að þessi fjölmiðlaheimur sko en ég veit ekki hvað var til þess að svona maður sneri frá því. Ég man samt eftir því að kona sem að ég tók og tek mikið mark á og sagði þú ert ekki að eyða lífið þínu að vera blaðamaður, þetta eru bara upp til hópa fyllipittur. Já, alveg rétt, já. Þannig að þú hefur svona ég veit ekki alveg hvort að það var til þess að slökkva nestan en allavega, já, ég tók mark á þessu. Þú tókst mark á þessu? Já. Sko, í hvaða framhaldsskóla fórstu? Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Var það nánast eilíða stúdent. Féll á mætingu dálítið oft. Féllst á mætingu? Já, 3 held ég. Varstu pörupiltur? Ég allavega var mun meira í félagslífinu heldur en í náminu sko. Og svona, þú veist, það var náttúrulega bara rugl á manni á þessum árum sko. Og mamma sko passaði upp á að halda upp á ýmislegt og einhvern tíma sendi hún hefur verið að flytja sendi mig kassa með dóti frá mér og það var gamla útskriftar einhvernarspjaldið mitt úr FS og það var hefði það upp og þar kemur skýrt fram að ég fekk 12 einingar í mínus fyrir mætingu og heil önn sko sem að ég bara var í mínus sko. Já. Ég ekki vissi að það hefði verið hægt að fá mínus. Jú, og við vorum þarna sérstaklega á fyrstu önnu minni sko. Ég endaði með því að fá eina einingu út úr önninni þegar fráteknum mínusunum en vinur minn hann var með mínus eftir önnina. Það er rosalega framistæða. Já, alveg, þetta er harka. Já, en sko ég veit þú ert listræn og við möttum eftir að koma að myndlistinni og þú hefur líka verið að fást við músík og sami lög, er það ekki rétt hjá mér? Jú, og í rauninni sko. Og var það ekki það, ertu ekki að sólunda tíma þeinum þarna í atriði sem að síðar eigi eftir að gefa þér heil mikið? Heldur betur sko. Og það er náttúrulega, ég hef gaman að skrifa, ég hef gaman að tónlist og ég hef náttúrulega líka gaman að hef mikið teiknað í gegnum tíðinni. Það hefur verið meira bara svona það hefur dottið í mig að teikna eina og eina mynd og eitthvað svoleiðis en þetta er ekki þáttur sem ég hef sinnt en ég hef svona, fólk hefur verið að segja við mig í gegnum tíðinni að ég hafi svona hæfileika á þessu sviði sko
og mig hefur alltaf langað til þess að sinna myndlistarmanninum í mér betur. Já, einmitt. Og en aftur á móti sko eins og á úlísárunum að því við vorum að tala um þau, það var nú ekki bara blaðamennska, þá var maður náttúrulega, þá var sko, þetta var í kringum þannig þegar Rocky Reykjavík myndi var. Já, já. Þú veist, þá vorum við náttúrulega með okkar punkband og svona og ekki síst var það nú vegna þess að við, í fyrsta tölublaði stakk sem að við, þessi reynum stýrði þá töluðum við nýju stjörnuna Bubba Mortens og tókum viðtal við hann og hann gaf okkur bara endalausan tíma og spjallaði og bara stráka þau þurfa endilega að stofna hljómsveit og það var bara tekinn á orðinu með það sko. Hvað hét svo góða punksveit sem þú stofnaði? Sko, það var nefnilega ekki alveg nógu punklegt nafn. Við áttum erfitt uppdráttar þess að nafnið sko stóð þessi vegi fyrir okkur, það héti Vébandið. Og ég fór með það sem mannsmorð að ég fékk hugmyndina því nafni að því að lesa bókina Kalli kaldi og landnemótur á Drauganessi. Þetta það var talað véband og ég véband og eitthvað. Svo kom til greina að við spiluðum reyndar á Hótel Borg með Purki Pinnik og einhverjum fleirum sko. En við þurftum að senda spólu með okkur með upptöku til þess að sanna að við værum svona legit sko í svona og og við áttum náttúrulega engin upptökutæki og þetta var tekið upp á einn mikrofón og við vorum búin að trilla þessu fram og tilbaka hvernig væri best að ná sem bestu soundi og niðurstaðan var sú að það kom best út ef að ég var þess söngvarinn sko já og ég lá með hausinn inn í bassatrommunni og söng hann, þá heyrðist í trommunni sko og í söngnum og svona hljóðfærunum en þú veist, eftir nokkrar upptökur á sama laginu þá kom þetta ekkert svona, þá var þetta ekki þægilegt en það var fyrir hausinn á manni og þetta kannski skýrir margt en enga síður sko, þá spiluðum við með purkinum sko Já. Þú segist það var sungið? Já. En þú spila líka það ekki eitthvað á hljóðfæri? Jú, ég gerði nú lítið þá, sko. Ég var svona glamra alveg frá þessum tíma og svo seinna, sko, hef ég verið að semja talsvert mikið tónlist og Er það á hljómborð eða píanó? Nei, bara gítar, sko. Gítar? Já. Og ég reyndar, sko, talaði nú oft um það. Ég sem alveg sjaldan lög, það er meira svona að ég fæ einhver stef í hausinn og tekka hvernig þetta kemur út og svo er þetta lengi að gutla og byrju hef ég heyrt þetta áður og svo ég er alveg mjög harður gagnrýnandi með allar þessar melódíur sem að koma til mín sko. En sko nú sit ég hér sem eitt spurningamerki, þú ert pönkari en þú verður prestur. Já. Er stutt á milli? Styttri en margur held ég sko. Það var náttúrulega alveg fjarri mér. Ég náttúrulega trúði að ég sagði alls ekkert á Guð sko þegar ég á mínum úlingsárum. En þegar þú innritaðist í guðfræðideildina, ertu þá svona að trúa á Guð? Það var á undangengnu töluverðu ferli. Það var svona, eins og ég nefndi á það var náttúrulega óttalegt sko vesen á mér. Já. Sem ég fann að ég var ekkert við stjórnvölinn sko og þá fór trúleysingin í það að biðja Guð að hjálpa sér sko. Og gerði það? Já. Hvernig? Það er nú eitt undrið sko, allt í hennu var ég bara búin að snúa í blaðinu sko. Það var ekki vegna ljósbjarma á himni eða rödd sem talaði til mín sko, eða eitthvað þannig. Allt í hennu bara gerðist það, ég var bara annar maður og mörgum að óvörum sko og Hafðirðu verið að drekka mikið? Já, bara eins og oft er á þessum aldri og svona fyrta við eitt og annað sko og eins og maður gerir oft? Já, eins og margir gera, já og en bara allt í hennu verið búin að snúa í blaðinu og kannski var það vegna þess að persónan Jesús lögst upp fyrir mér.
ég sá aldrei svona pointið með honum. Guð, jú, þetta sköpunarverk var stærra en svo að maður geti skilið sko, en einhver persóna, það truflaði mig mjög lengi. En þegar ég hins vegar áttaði mig á því til hvers hann kom og hvað, þú veist, það í rauninni svona breytti mér sko. Ég var að spila líka í svona ballhljómsveit sko með strákum sem voru mikið í KFUM&K í Keflavík. Ég hafði mjög vond áhrif á þá en þeir svona góð áhrif á mig. Og þar kynntist ég starfi þeirra sko og ég samdi við á einhvern tímann, þá var eitthvað mót í Vatnaskógi og ég var svona, þú veist, já, svona reddaði svona ýmsum giggum fyrir okkur svoleiðis og við fengum busaballið sem var svaka stórt á þeim tíma sko. En þá var þetta mót í Vatnaskógi, þeir gátu bara ekki hugsað sér að missa því og ég lofaði því ég skyldi skutla þeim bara morgunin eftir ballið sko. Sem ég gerði og mæti með þeim og það er svona eftirminnilegt að ég var alveg rallust, ég kom ekki upp neinu hljóði og á þessu tíma, en nema hvað að það sem að sko ég var alveg undrandi að því ég kynntist þannig fullt af frábæru ungu fólki sem að mér fannst bara að vera stórkostlega ráðgátt að trúðu á Guð og trúðu á Jesú, mér fannst alveg bara bilað sko. Svo hlustaði ég á því og segja frá því og svona og þetta hafði djúp áhrif á mig og svona er einn af þessum leiðarsteinum sem að sko svona kannski komu mér áleiðis. En ég sagði nú frá því á sínum tíma þegar ég náttúrulega sinntu svo vel biskupskjörinu þannig fyrra. Já, þakkaði fyrir það. Já, að það hefði í rauninni verið sko eitt af því sem að kveikti líka var að vinkona mömmu sko, sem að hún var einhvern tímann bara í kaffi hjá henni og ég heyri hana nefna að hún sé nú ekkert endilega svona svo kirkjuræknast, en hún þakki alltaf Guði fyrir það sem hún hefur á hverju kvöld og hugsar allt það sem hún hefði að þakka fyrir. Og ég segi, þetta er bara fallegt og ég ætla að byrja á þessu og ég menna það eru svona ýmis svona skref sem að í rauninni gerðu það verkum á endanum að þetta var bara lífsbreytandi. Og þannig lífsbreytandi að góðu vinur sagði sko þegar ég var með nafn Jesú á vörunum alla dag, ég hefði trúið þessu upp á alla aðra en þig. Þannig að þetta var bara já, svona sumir held að ég væri bara orðin eitthvað bilaður sko. Já, en sko laðistu þá bara sjálfstætt í rannsóknir, fórst að lesa Nýja testamentið áður en þú ferði í háskólann? Já, sko þegar ég loksins kláraði stúdentinn þá og einmitt í útskriftarathöfninni sko, mamma sagði við mig eftir ekki bjóst í nú að þú fengið verðlaun. Fengst verðlaun? Já, ég fekk verðlaun fyrir náttúrulega félagslíf. Ég var á tímabili formaður nemendafélagsins sko, en það fór nú þannig að það með þessi samheita orðabókin sem ég nota mikið ennþá sko. Og hún hefur bara fylgt mér alltaf síðan sko. Og þó að nafnum með sé vitlaust skrifað í bókina, það er alltaf leið. Við leyfum því að slæta. En þá það var svona hvar var ég eftir? Þú varst í því, ég var að spyrja það hvort þú hefur sjálfur bara byrjað að lesa Nýja testamentið áður en þú ferði í ég gerði það, en svona meira ég komst að því sko þegar ég fór að starfa í Vatnaskógi seinna og ég vissi bara ekki neitt um þetta sko. Og var mér til skamma mér sem voru með Trivial Pursuit og eitthvað segið þetta veistu og í hvaða guðspjalli er jólaguðspjalli, ég hafði ekki hugmynd um það. Og ég var bara svo nýr í þessu sko. Og jú, ég laðist í að lesa og las mikið Nýja testamentið og svo ákvað ég að fara 1 ár var í Noregi á biblíuskóla í Oslo á vegum norska kristnibóðsambandsins og þar
svona bara lá ég í Biblíunni sko alveg og og ekkert bara Nýja testamentinu, Gamla testamentið hefur verið með mjög hugleiki. Ég meira að segja sko sendi nú fram með ljóðabók fyrir nokkrum árum, kannski að vera 10 ár síðan, þar sem að ég að leika mig með minni og persónur úr Gamla testamentinu og reyna að samrýma það íslensku nútíma sko. Og þannig að Gamla testamentið hefur verið með mjög hugleiki líka og persónurna þar sko. Það svo skemmtilega oft brútal og en gefandi og huggandi á svo manneskilegan hátt sko. Hefur aldrei ríkt í trúðinni eftir að hún var til? Jú, auðvitað. Sko ekki þannig að ég hafi endilega mist trú á Guði, ég hef oft mist trú á sjálfum mér. Það að segja að já, það hefur kannski ríkt í þeim stoðum meira, en það standa það ekki eins styrkar og stoðin sjálf sko. Nei. En þú ert búin að eiga farsælan feril sem prestur, má ekki segja það? Jú, mér skilst það. Hvar hefurðu þjónað? Ég var fyrst sko svona æskulisprestur eða skólaprestur á vegum kristilegu skólasamtökanna, KSS og svo og á þeim tíma leysti ég svona af í sumarleyfi í Vestmannaeyjum hjá Bjarna Karls og Jónur Hrönn og það kveikti í mér að þjóna í söfnuði. Ég hélt alltaf að ég yrði bara svona einhver úrleikaprestur. Nú það? Já, og þegar ég vígðist þá með þessi amma sagði við mig á Íslandi Guðmundur minn, kannski verður einhvern tímann alvöru prestur. Þær eru nú oft einmitt svo brútal þessar önnur. Já, en hún meinti þetta vel, sko. Já. Og en þannig að við fluttum á Skagaströnd og vorum þar í 3 ár, gátum vel hugsað okkur að vera lengur en þá ákvað ég að sækja í Hjallakirkju í Kópavogi. Já. Og fekk það sem prestur, það segja ekki sóknarprestur, Eiris Kristjánsdóttir sem hefur nú þjónað í Kanada í ábyggilega 20 ár. Hún var þar sóknarprestur og við þekktumst vel og mér fannst það spennandi að starfa með henni og þjóna sem það var og sko Lindasókn sem ég hef núna þjónaði í yfir 20 ár var partur af Hjallasókn á þeim tíma. En ég vissi það að þegar ég sækjum Hjalla að það stóð til að skipta þessu upp og þá langaði mig til þess að þjóna í nýjum söfnuði. Mér langaði til að þjóna þar sem enginn segði mér því miður, við getum ekki gert þetta svona, þetta verður alltaf verið hinsegin. Að sko bara brjóta land og fara mína svona, að svona fylgja eftir minni sýn að mér fannst sko. Og svo gerist þetta bara, þetta stóð til eftir svona 7 ár þegar ég byrjaði í Hjallakirkju, svo var þetta bara 1,5 ár. Og ég lét vaða og sem sagt sótt og fekk Lindakirkju og þá var náttúrulega ekkert, við vorum ekki með húsnæðin svona skrifstofu, ég bara bjó upp í Seljakörfu og var með gemsa og þú veist og svo fengum við seinna lítið fallegt hús sem var svona eins og þessar færalegu kennslustofur og þar var ég í 6 eða 7 ár með mína skrifstofu og allt safnaðarstarfið fyrir utan náttúrulega messurnar sem voru í matsalum í Lindaskóla og svo seinna í Salaskóla og svo eldri borgarastarfið sem að sprengdi strax allt utan á sér þetta litla safnaðarheimili alveg frá fyrstu stundu. Við verðum að flytja það vegna þess að við auglýstum starf fyrir eldri borgara og þetta var náttúrulega kannski salurinn var kannski 40 fermetrar og það mættu 120 manns sko. Og
en það fengi allir súpu samt, það var svo undarlegt. Já. Það nánast minnir á sögunum fiskana og brauð. Já, það voru nú eitthvað af þessu eldra fólki sem að sagði að þetta hefði verið svolítið eins og það að þegar Jósef úr pottinum og það fengu allir sko en Sigga kirkjuvörðum, hún var alltaf að dæla rjóma í með sko. En ég verð að segja það, Guðmundur Karl, það er ótrúlega fyndið að held ég að horfa á þig núna, við höfum séð tréð bakvið í leikmyndinni hristast til og frá sem vegna hundsins eins. Ef það er einhver sko sem núna, ef einhverja nýjar áhorfendur að koma hér inn í útsendinguna þá væri freistandi að álíta að væri heilagur andi sem væri þarna hrista tréð bakvið þig og segja þér að halda þig við efnið. Ef ekki bara halda þig það? Já sko, en kannski hefur fólki líka dottið í hug þegar hefur hljóðin undir borðinu að það væri hin öflin sem væri að sækja á okkur. Ég þori ekki annað en að skýra þessar hreyfingar á trénu og hljóðinu. Ég skil það vel þetta ábyggilega sem betur fyrir ekki mikrofón undir borðinu. Nei, en sennilega heyrist eitthvað í hundunum svona við og við, sem allt í lagi. Já. En sko, þú sem sagt kúvendir þarna á sem ungur maður og þú verður ábyrgur íslenskur maður man of many trades getur maður sagt, eða Renaissance maður og svo rennur upp það að Agnes biskup hún hættir og hún boðar það og þú ákveður að henda þér í djúpulegina. Hvað var það svona sem að kynnti undir þar? Það var nú eiginlega bara hvatning frá öðrum sko. Svo náttúrulega á þessu tíma þá og ég menna ég búin að vera náttúrulega þjóna í sama söfnuðinu núna í 20 ár. Það er 20 ára, já. Og þó að það sé alltaf gefandi og ég hlakki mikið til að hverfa aftur til þeirra þjónustu, þá auðvitað þegar þú ert búin að vera í sama starfinu lengi, þó að sé fjölbreytt, þá svolítið, það kemur að því að þú finnur svona þetta been there, done that. Já. Þannig að mér fannst það líka ákjósalegt að takast á við nýjar áskoranir. Já. Og það var, og svona einhvern tíma hefði ég svona algjörlega slegið þetta út af borðinu sko, en mér fannst þetta bara spennandi að takast á við þessa þjónustu biskups. Já, hvernig reynsla var þetta? Varstu til dæmis vanur að eiga við fjölmiðla og varstu vanur að fara í svona herferð eða? Það var náttúrulega, ég var fyrst og fremst bara upptekinn af mínum söfnuði sko og að svona ná til fólksins í kring í hverfinu frekar en að ég hef ekkert verið að spila mig mikið í fjölmiðla sko í gegnum tíðina. Varstu með staff? Já. Við náttúrulega byrjuðum við hefum náttúrulega alltaf verið með organista og núna síðustu 15 árin. Ég meina sko í baráttunni, varstu með starfsfólk með þér í því að keyra baráttuna áfram? Já, auðvitað. Það er alltaf þannig. Já. En maður þurfti svolítið mikið að gera þetta með handafli fyrstu árin sko og þá einmitt þegar ég var að byrja í Lindarshof kom blaðamaðurinn upp í mér sko að þetta var náttúrulega ekkert eðlilegt magn af safnaðar blöðum sem maður sendi frá sér og skrifaði svona megnunni til allt saman og tók myndir og safnaði auglýsingum og annað svoleiðis sko. Og ég hef verið miklu latari við það síðustu árin og það hef verið meira samstarfspresta mínu sem hafa knúð það áfram að við sendum frá okkur eins og eitt safnaðarblað á ári. En þarna fyrstu árin þá bara alveg, útgáfustarfsemi var mjög mikil í runni og svona nánast á einsmanns hendi þá. En þessi biskupsslagur, varstu sjálfur sko, ferðaðist landið? Já. Og varstu sjálfur að býtu þeir sem höfðu atkvæðisrétt voru aftur hverjir? Getur þú aðeins rifjað upp? Já, það voru náttúrulega prestur og djáknar og sóknarnefnda fólk bæði aðalmenn og varamenn. Einmitt. Og þannig að þetta hefur aldrei verið eins stór kjósendahópur eða svo mætti orðið komast. Manstu hvað atkvæðin voru mörg sem að
var þetta ekki stórhópur. 3-4 manns eitthvað svoleiðis, sko. Einmitt, akkurat. Ég nú ekki minni að vera tölur. Nei. Og varstu búin að kynna þig þannig að þú taldir að þú ættir raunverulega erindi eða semst möguleika á að vinna og verða biskup? Eða varstu fyrst og fremst að svona minna á því? Nei. Þetta var með full alvara. Já. Og jú, taldi mig alveg eiga möguleika og það var náttúrulega ég eins og var svona setti baráttuna ekkert almennilega í gang fyrir en á loka sprettuna þegar vorum 2 eftir. Já, einmitt. Þá sem sagt þá hófaði ég í vinahóp sko úthringilið. Já. Sem að það var alveg ótrúlegt hvað kom margt fólk sem lagði hönd á plóginn með það voru yfir 100 manns bara með sína gemsa sko, það var enginn að fá neitt greitt fyrir það, neitt svoleiðis og einhver splæst í nammi og pítsur og eitthvað svona og þetta var svakaleg stemming í Lindakirkju meðan ég og Guðbrandur Kristinn ökumaður minn þeistum landið, fórum hringinn. Já. Og hittum fólk. Já. Þannig að þetta var óbúslega skemmtilegu tími og góð reynsla sem að ég er þakkláttur fyrir. Já. Og í rauninni má segja að hafi leitt mig til Ítalíu. Leittið til Ítalíu? Já. Ég hefði ekkert farið í neitt námsleyfi nema vegna þess að ég var búin að standa í þessu stappi þá bara svona ég var búin að þjóna í allan tíma og fyrir löngu komin tími á mig að taka námsleyfi og og mér fannst þetta að vera bara góður tímapunktur aðeins að kúlpa sig frá sko. En áður en við förum til Ítalíu það vakti athygli mína, mér fannst það ekki sjálf gefið hvað þér gekk vel sko þarna í síðasta legnum. Ég hafiði heyrt að keppinauturinn sem nú biskup hún væri svo vel þekkt til dæmis eftir kennslu upp í háskóla og það væri svona bara hennar kynning væri meiri heldur en þín og það var svona kannski flestir sem að veðjuðu á hana en varstu sjálfur hissa á því hvað dró saman? Nei. Það var alveg mín tilfinning. Já. Ég var ekki hissa á því sko. Nei, svo ég bara sé alveg heiðarlega með það. Sem maður á að vera. Já. En sko, hvað hefðirðu haft fram að færa, sko, af því þú búin að tala hvernig svona þú varst í ströggli sko með sjálfa þig? Gott þegar maður hefur svona lifað tíman að tvenna og maður hefur þurft að takast á við djöflana í sjálfu sér? Já, og það er náttúrulega gott í prestþjónustunni líka. Já. Ég voða lítill svona ef og hefði maður sko. Bara ég hefði tekist á við ef ég þurfti það og ég bara einhvern veginn bara sé ekki tilgangin með því að vera eitthvað að segja hefði sko. Nei. En lagðirðu áherslu á hvað svona? Ég lagði áherslu á að í rauninni ég hafði fyrst og fremst verið sóknarprestur í minni sókn og hugsaði mín sóknarbörn og safnaðarstarfið og það er það sem að ég er og hef verið upptekinn af. Já. Og hefði sjálfsagt svo þú ert búin að leiða mig út í þetta hefði. Já, aldrei að gefast upp. Nei. Sko, ég þá ætla ég að fara með þér út til Ítalíu. Já. Það má eiginlega segja að ég hafi fengið áhuga á þér. Já. Af því það var Gunnar Smári Egilsson sem að tók við ykkur biskupsefnin viðtölin í fyrrasemar. Já. En ég fekk persónulegan áhuga á þér á Facebook þegar ég sá mynd sem þú hafðir málað þarna út á Ítalíu. Já. Og ég bara, rosalega er þetta flott mynd. Já. Og segðu okkur aðeins af þessu ævintýri, hvernig varður síðasta vetri og hvað hefur leitt til þess að mér finnst þú bara alveg frábær myndlistarmaður, mér finnst bara myndina þér alveg geggjaðar. Takk fyrir það. Eins og ég segja, þetta lúrði alltaf í mér og þannig að mér fannst bara rétt að veita þessum þætti í mér framgang með því að taka þetta nám
mörgum þótti það skrítið að ég færi ekki í guðfræðinám, sko. Já. En ég hef bara búin að vera að lesa guðfræði svona í gegnum tíðina mikið og í rauninni mikil guðfræði fólkin í myndlistarhefð ekki síst þannig í Flórens. Það sem eiginlega vagga renesansins og maður fékk mikið af guðfræði bara með því að fara á söfnin og lesa sér til myndirnar og myndlistarmennina og allt þetta, og við vorum þannig í vetur, ég og Kamila, kona mín, og byggum bara í miðborginni og eignumst þannig frábæra vini og svona Ítalía má segja hafi stólið hjarta okkar, sko. Ég trúi því. Já. En ertu bara, sko, ertu í bóklegum eða verklegum kursum eða hvernig var námið? Sko, sá sem var kennarinn Apollon sem á þessi skólan, hann í rauninni með gráðu í svona renaissance art, sko. Þannig að hann var hafsjór af fróðleika og var og það var mikið til, sko, bara í gegnum samtölu við hann sem að maður svona komst að ýmsu. Kennslan svona bóklega og svo mætti segja var fyrst og fremst bara, sko, anatómía og svoleiðis, sko. Ég sagði við fólk áður ég fór, ég ekki að fara til Ítalíu til að vera rosalega frumlegur, ég ætla að læra handbragð. Þetta svona þú veist, svona svipað eins og bara þú ferð að læra smíði, húsgagnasmíði eða eitthvað, þá bara þú þarft að læra á hefilinn og það allt saman, sko. Áður þú ferð að smíða eitthvað flott sem í hausnum á þér, sko. En hver urðu svona þín helstu yrkisefni, hvers konar myndir hafðir mest gaman að því að mála? Sko, eins og ég segi, sko, hann lagði mikla áherslu á það að við værum að mála bæði módel, sko, uppstillingar og fólk og líka eftir öðrum málverkum. Vegna þess að þar kemur rauninni, sko, skynjunin á litina og annars svoleiðis, sko. Og ég get nefnt til dæmis, sko, ég málaði mann sem var dökkur á hörund og það fór svona og hann segi hvaða liti sérðu í þessari mynd? Og segi hann brún, nei, hann fjólublár og gulur, sérðu það ekki? Skilur, og svo bara, þú veist, maður var með fjólubláan, rauðan, gulan og eitthvað svona, og þú veist, hörundu varð eðlilegt, sko. Þannig að þannig að það var svona, þessi litaskynjun breyttist ótrúlega mikið, sko. Sko, mér finnst ekkert mjög algengt að hitta fólk sem bæði með þetta myndlæsi og þessa myndtilfinningu og líka tónlistarfólk. Hvað með heilan í þér? Ég veit það ekki, sko. Þetta, sko, mjög margir hafa þekkt mig áratugur saman á þess að vita að ég hafi nokkuð tíma teiknað einu sem mynd, sko. Skilurðu, og svo líka eins og á sínu tíma þegar ég fór svona mikið út í tónlistina, þá einmitt, sko, amma og afi, þegar maður kom í heimsókn þeirra, þá var yfirleitt, sko, stundir þar sem þau fóru settust við orgelið og afi spilaði og amma söng og hún sagði, ég skil ekkert í þessu, þú varst aldrei fyrir tónlist þegar þú varst barn, þú fórst alltaf í burtu þegar við vorum að syngja. En það kannski var það bara ekki það sem að mér varst að vera skemmtilegt, sko. En ég veit ekki af hverju þetta sko. En ég ætla að segja varðandi myndlæsi og svoleiðis, það kveikti náttúrulega í mér á sínum tíma að Borgþór Arngrímsson sem að nú menntaður leikari og leikhúsfræðingur og allt það? Já. Fyrrverandi fréttamaður? Já, bara best menntaði slíkur á landinu, held ég. Og var í Bretlandi. Nema hvað, hann kennir okkur listasögu áfanga þegar ég var í FS. Það var eitt af því sem eitt af því fögum sem ég stundaði af mikilli elju og áhuga.
það að segja og tók alla leiklistaráfanga hjá honum og listaáfanga og eitt af því hann fór með okkur á söfn og svona benti á svo margt sko með myndblæsi og það er svona síðast inn í mann og maður svona fyrir vikið hef ég alltaf hort á myndir öðrum augum en svona flestir sko. Hann hafði ótrúlega mikil áhrif á mann með það sko. Örlega valdur? Já, svona einn af mörgum. Já. Það nefnilega, það mjög oft þannig að maður kannski fattar það ekki sjálfur en það annað fólk sem varðar manns eigin veg oft. Já, og ég hef sagt þetta við hann og hann náttúrulega hóvar maður og gerir nú lítið úr því að hann hafi verið svona mikil áhrifavaldur en það bara staðreynd sko. Ég með smá persónulega tengingu við hann fór til Kaupmannahafnar og svo hringdi hann einhvern tímann í mig og sagði mér að hann hefði tekið upp hjá sér að lesa sem hljóðbók eina söguna mína Heimkoman hét hún. Já. Og við kynntumst aðeins í kringum það. Já. En ég vissi ekki af þessu sem þú nefndir með þennan bakgrunn. Nei. Við erum náttúrulega ótrúlega margir Íslendingar þannig að við komum úr ýmsum áttum og þú náttúrulega svona erkidæmi fjölhæfni verði ég að segja. Já. En sko, svo með klær fólk að því sem að heyri músíkina sem ég sendi frá mig núna það allt punkt búið úr þér þú veist, en það nú ekki alveg sko. Ég á nú meðal annars eitt svona sunnudagaskólalag sem maður má nú finna á YouTube sem við gerum myndband við sko. Það nú svolítið punkla sko. Já. Þannig að það ekki alveg búin að ná því úr þér. Nei, engin ástæða til sko. Það bara hvað kemur þú veist, það eiginlega svona það sem maður lætur flæða frá sig sko. Hvenær ætlar að halda sýningu á mér langar að sjá sýningu á þessum myndum sem ég sá og varst að mála það úti? Já, svo ég segi bara svo sko, mér finnst það frekar leim að vera halda einhverju sýningu á skólaverkefnum. Sko, þannig að ég vil svona halda sýningu almennilega þegar ég búinn að fylla upp í svona konsept og ég í rauninni með hugmyndasýningu sem að ég vona verði þá kannski á næsta ári en vinkona mín gömul skólasystir Marta Eiríksdóttir í Keflavík, hún hefur verið að skrifa bækur og að fara að gefa út bóknuna sem að kemur út á Ljósanótt í september og hún í rauninni svona, það var fyrir hennar tilstilli að ég samþykti það að vera með nokkra myndir í kringum þessa bókakynningu hjá henni sem verður í Fischershúsi þarna í Keflavík og ég ætla að vera með 3-4 Keflavíkurmyndir þar. Ég með svona hugmynd að sýningu sem að tekur mig tíma að fylla upp í en það verður svona smá forsmekkur. Og í rauninni að því þú spurðir áðan hvernig myndir varst að mála það var ein mynd sem að ég svona málaði sem var bara algjört fiksjónan úti sko. Það var eftirminnilegur karakter frá mínum bensku árum í Keflavík sem að margir muna eftir svona mér eldri og svipuðum aldri og hann var kallaður Gvendur Þribbi og var sem sagt svona hann var drykkjumaður yndislegur kall, góður við alla vildi öllum vel og var svona mjög litríkur karakter og var alltaf flottur í tauginu og með kasketti og að með skilsku og þeir sem þekkja hann með hálfgert búningablæti og var oft að spila fyrir okkur krakkan á munnurpu og þetta var bara, eins og ég segi, svo mikill öðlingur en þetta Þribbanafn hann hét sem sagt Guðmundur Snæland og þetta Þribbanafn kemur til vegna þess að hann þríburi en hinn tveir dóu í fæðingu. Nú svoleiðis. En fylgjónum æfum að enda í viðurnefninu. Fallegt. Já, og mér fannst það einhvern veginn laust niður mér sko, ég var ég rekst á viðtal greinum Gvendur Þribba sem að Marta hafði skrifað þessi sem ég nefndi á hann og ég hringi hana með jól og nýjárs og verið að spurja hana hvað hann hafi fengið þessar heimildir og eitthvað
og segja henni ég sé að mála og allt þetta og það eiginlega var til þess að það kviknaði á þessum að ég sýndi þessar myndir hjá henni en ég málaði þessar mynd af Gvendi Þribba og með honum eru 2 litlir englar sko og hann að spila á munnurpuna og þeir svona eru svífandi í kringum hann og horfa á hann með aðdáðan augum og hún myndin heitir bara Þribbarnir saman á ný sko. Fallegt. Já, ég menna mér varst það svona skemmtilega hugmyndi ég mátti til með að setja hann á striga sko. Já. En þegar að því kemur að þú opnar þína myndlistarsýningu segjum að ári eða svo og þú, ef ég skilji rétt, þú ætlar svona byggja ofan á þá kunnáttu sem þú hefur aðlast þarna úti svona líkleg þemu, verða þetta trúarlegar myndir með einhverjum hætti? Já, ég alveg með hugmyndir að því sko, seinna mér ég ætla að byrja á þessari Keflavíkur hugmynd og sjá svo til Já, þetta var svona svolítið svipað eins og með ljóðabókina sko, og ég menna það er alls konar hugsanir sem að maður hefur sett mér á blaði gennum tíðina og svo þessi, ég vil svona hafa eitthvað þema í þessu sko. Já. Það er mjög liðið á tíma okkar, Guðmundur Karl. Nú er það? Já, hún er að verða 9 og það er að koma hér áhöfn af fólki sem ætlar að ræða sjávarútveg þannig að það er skamt stóru að haka á milli en kannski vel við hæfi út frá þínum bakgrunni og því sem þú segir með fjölskylduna að förum úr þér yfir í sjómennskuna en sko þetta er ekki áöfnun á rosanum Nei, en heldur það að útfarsmessan sem ég myndist á í upphafi heldur að hún verði aldur og ævi á Ríkisútvarpinu á sundum? Það er ómögulegt að segja en hins vegar er mikil hlustun á hana og ég hef bara tekið eftir því þegar það hefur verið útvarsmessur frá okkur að það eru margir sem að heyra og hlusta sko. Eins með morgunandaktina sem er náttúrulega eldsnemma að morgni ekki 7? Já, 7 ég meira að segja var nú bara einhvern tímann staddur hvort það var í vestlun eða eitthvað og er eitthvað að tjá mig og þá víkur sér að með maður og segir hérna erst þú með morgunandaktina núna? Og þekkti röddina sko. Þannig að það eru margir sem hlusta og það væri náttúrulega sorglegt ef að útvarsmessan reynir sér skeið á enda ég held að svona laga finni þá sem farveg alltaf, við bara sjáum hvað setur En sko veturinn í Flórens það er vetur sem að heimurinn hendist til og þú horfir heim til Íslands og þú hristir stundum höfuðið og svona hvað hérna en það var bara ágætt að fylgjast með mörgu fjarska einmitt, þú veist þessi alþingiskosningarnar og það allt saman, þetta var með ólíkindum að hlusta á þetta og vera fjarri en vera samt inn í öllu þú veist maður var með þessa podcastþætti í eyrunum og bara var inn í öllu en samt ekki nálega sko og var með síma við hliðina sem hann hætti að hringja og ég saknaði þess ekki neitt sko Nei, því trú ég vel En hérna þannig að þetta var bara þetta var auðvitað stórkostleg reynsla og gott að stíga þessi burtu og geta hortið við sviðið og maður svona sér að mörguleiti svona lífið í öðru ljósi sko eftir en fyrir Kemurðu inn í betra eða verra samfélag en áður þú fórst út að þínu mati þegar þú snýrði aftur? Samkvæmt þinni tilfinningu? Þetta er góð spurningin erfið sko. Mér finnst ég ekki komin í neitt verra samfélag sko. Nei. Það væri nú slæmt ef þetta væri síversnandi hjá okkur. Það er alltaf þannig þegar maður horfir tilbaka að sumt var betra áður og annað verra og ég held að okkur þoki alltaf áfram á kannski einhverju sviðum og svo er aftur kipur á öðrum þú veist að það er bara út af því að við erum svo brotin og margbrotin Einmitt Ætli við höfum það ekki bara loka orðin Guðmundur Karl Brynjarsson fylgistu stundum með samstöðinni? Já, það kemur fyrir og Finnst þið skipta máli að við verum áfram í loftinu?
Já, auðvitað, það, mér finnst að þessi flóra þurfa að vera sem fjölbreyttust og það nefnilega alveg magnuð eljan í ykkur, sko, með að fá endalaust til ykkar fólk og í rauninni þetta er mjög opin þjóðfélagsumræða verði að segja og þó að þú veist að hún sé hún sé stödd á ákveðnu pólitísku litrófi að hafi verið, já það sé svona vatnaskil sko. Já, auðvitað, en ég held að pólitíska litrófi sé samt sko, það þarna en mér finnst ég ekki finna það mikið endilega í viðtölum, þetta bara opin sko, umræða og svona human interest oft og svoleiðis sem að mér finnst vanta meira af og mér finnst gaman að hlusta á sko. 99% af mínu fjölmiðlatíma hef ég náttúrulega ekki verið pólitískur, flokkspólitískur og ég það ekki í dag og ég veit ekkert hvað ég myndi kjósa ef gengi verið til kosninga eins og ég haldi því til haga. Akkurat. En alla daga síðan ég var blaðamaður hef ég verið samfélagspólitískur og ég skil ekki hvernig hægt að stunda blaðamennsku á þess að vera samfélagspólitískur ef ég að segja það annars og ég held kannski að það sé eitt af því sem að skýrir ákveðna velgengni og svona festu og fókus starfsfólks og samstöðin að við erum öll samfélagspólitísk. Við rífumst oft eins og hundar og kettir, við erum innbyrðis ósamála en við erum öll samfélagspólitísk og mig grunar að það sé það sem að við leggjum áherslu á. Ég trú ekki á það að þú getur sendt inn fólk sem er ekki með neitt samhengi, það næri ekki inntæki, ekki með minni, ekki með sögun og hreinu og það verið góði blaðamann. Ég trúi því ekki. Nei, og svo líka þú veist að horfa á þetta mannlega hjá fólki. Já. Eins og ég tók að mér eitthvað verkefni fyrir bæjarblöðin í Keflavík og einu sem átti ég að lýsa körfuboltaleik og ég var aldrei sendur í það aftur því ég var aðalega að tala um áhorfendur og hvað, þú veist, og skemmtilega típur sem ég sá og eitthvað svona sko. og pastaði þetta því að væri verið að baula meðan væri verið að taka víti og eitthvað en þetta bara pastur að leikum maður þannig að ég var ekki settur í íþróttaleik meira sko. Þetta er skemmtilega að segja. Já. Það alveg rétt, líka bara virðing fyrir fólki og væntum þykja og ást og trú á lífið, það hjálpar líka í bæði þínu djópi og mínu skilir því í þínu en það hjálpar mér líka. Hjálpar mikið. Kæra þakki fyrir og gaman að hitta þig og eins og segi, mér finnst alveg ótrúlega hátt á þér risið með Þakka þið fyrir kærlega og þakka þið fyrir að leggja því lið að við náum að margslá þetta Íslandsmet í marathón beinni þjóðmála Er ekki bara heimsmetið næstu það? Ég hugsa við förum að bara slaga í það en ekki fara langt kæru hlustendur og áhorfendur, kannski örlítil auglýsingapása eða hvort við spilum viðtal við fólk út í bæ, ég veit ekki alveg hvað gerist næst en hér eftir andartak liður sem að kallast Hafnarskúrinn. Ég held að Grétar Mar Jónsson og Ólafur Jónsson ætli jafnvel að ræða við Jón Baldvin Hannibalsson fyrrum ráðherra eftir andartak. Við skulum sjá hvort það kemur ekki eitthvað áhugavert út úr því en ég heiti Björn Ólafsson, ég þakka fyrir mig í bili. Ég er búin að sitja hér hjá okkur frá rúmlega 6:30 og kem aftur inn í Synir Egils, þann ágæta þátt sem að verður hefst klukkan 12:40 og verð síðan með síðustu viðtölunum sennilega á 4. eða 5. tímanum í dag. Ég veit ekki hvenær við ljúkum dagskránni en sennilega verður það ekki fyrir kvöldmatt. Þá verður við orðin ansi sifjuð og framlá en þakklátt, það gengur vel og takk fyrir að senda okkur beiðnir áskriftir og það inn á vefslóðinni samstöðin.is sem að þið farið inn á samstöðin.is og skrollið niður, það hnappur sem að stendur áskrift, það þar sem að ævintýrin gerast, aðeins 2.750 krónur hver mánuður að styrkja samstöðina, það eins og hálfur hamborgari í miðbæ Reykjavíkur en eftir andartak það sjávarútvegsmálin. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.